Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Velkomin í þvottahúsið. Takk fyrir. Velkomin. Við ætlum að byrja því að kynna sponsorinn. Það gott CBD. Jansen. Bendi Jansen. Bendi á altarið. Gott CBD betra en Mart CBD. Damn straight. Yes. Heyrðu, strákurinn búinn að læknast af exeminu eftir hann fekk? Það bara ekki komið. Ég sé að hann með svo mikið sólarexem og kuldaexem að hann var bara eins og eðlumaður. Og við vorum mestum að setja hydrofíl og alls konar dóttir í á þetta. Gekk ekkert, aðeins svona, svo kom hann heim bara úr skólanum bara skrælnaður. Svo fengum við handápurinn frá Sigga. 2 dagar, þetta var ekki komið síðan. Ég ekki að grínast. Ég þekki svona. Bara, og ég þarf ekki svona að bera á hann. Nei, ég veit það. Þetta bara 2 skipti og að laga. Þetta var svona bara í 2 ár. Og það bara handópurinn? Það bara handópurinn. Já, og í 2 skipti sko. Bara ég ekki að íkja 2 daga farið. En þú ert líka með endalausar CBD-reaktori í húðinni sko. Og það rosalega góð upptaka af CBD gegnum húð. Algjörlega. Og hún virðist bara, já, ná að stilla hann af, jafna hann út og ég meina að maður skulle ekki prófa það fyrst árum börnin fara á sterana eða eitthvað annað. Já, einmitt, það bara ótrúlegt. Við vorum bara að fara til læknis, þá hefur við örugglega fengið eitthvað sterakrem og eitthvað svona. Sterakrem að íða húðinni smátt og smátt, þinnan og þinnana. Það að halda við, en það ekki lækning. Nei, nákvæmlega. En veist, svo getur þetta þurft að nota þetta örugur, en þetta alveg ótrúlega sérstaklega sem ég sé þetta hérna heima. Það þetta mikið af fólki með vandamál með húðina þar sem kalt hérna og þurrt loft og allt það. Að það oft þarf bara þetta litla. En það ekki komið CBD-krem á móti njálg? Njálgur þetta ekki húðinni. Nei, og ég veit ekki hvað gerist þegar þú myndir setja CBD upp í hólinu. CBD-stíl bara. Já, eitthvað sem lyfjar hann, þannig að hættir að íða. En svona víst þú ferð út í það, þá nú ein stór rannsókn í Bretlandi og hluti held ég að hann líka í Bandaríkjunum og þar kölluð $5 meðferðin, krabbameinsmeðferð. Og þar verið að nota ormalyf. Ormalyf? Ormalyf, ormalyf. Og svo eitthvað held ég sýklalyf og svo eitthvað vítamin og fleira og þetta algjörlega skaðlaus meðferð. Og það 20.000 manns í dag. Og hún að fara, hefur tekið 4. stigs sem krabbamenn og fólki og altså ormalyf? Ormalyf frá dýralækni og það bara étur upp krabba. Sæll. Já, og þetta opin rannsókn. Og þetta ekki að ráðast á allar hinna fyrir umhverja með það? Nei, ræðst ekki á neitt nema það sem eitthvað ekki eðlilegt og þetta veist, ég meina, þetta opin rannsókn og getur hver sem með krabbamenn farið inn held ég inn í þessa rannsókn, hún út í Bretlandi og þú sækir bara og borgar eitthvað 500 pund og svo færðu bara mánaðarlega. Ég ætti kannski að gera þetta, vera bara í svona áskrift. Málið ég vinn í skóla, ég fæ alltaf njálgur og hvoru. Þannig ég ætti kannski að vera bara í svona áskrift, þess að ég bara alltaf að fá eitthvað svona hundormalyf. Já. Ekki alltaf, bara stanskrift, bara svona flæði bara alltaf. En Tóta, velkomin. Já, takk fyrir. Þú ert einn af stofnendum, eða stofnandi og einn af stjórnendum Hampfélagsins. Já. Og fyrir mér ertu Hamp-Tóta. Ég algjör hampur. Og þú ert bara svona Hamp-drottning Íslands. Já, takk fyrir það. Áður en við byrjum, þá bara, ég ætla að spyrja þér svona, við erum með svona smá beinagrind. Og fyrsta bara, hver Tóta, svona í stuttumáli, og hvernig vaknar áhugiðinn á Hampi og hver nálgunin, því að við erum búin að vera með Sigga hérna, við erum búin að vera með Loga hérna, Siggi kemur í gegnum CBD, Logi brennum fyrir trefjarnar, þannig að hver Tóta, hvernig kveiknar áhuginn og hver þín nálgun? Let's go! Já, það minnir ekkert Herðu, sko, eins og segi, ég kynntist fyrst medical cannabis og það var áður en CBD var komið held ég bara á markað og það var vinur minn sem fekk krabbamenn og hann var það langt leiddur og við vissum að þetta var örugglega tapað stríð og hann var með krabbamenn í hálsinum og það var búið að skera hálfan hálsin á honum og svo var æxlið þarna sem stóð út og það sem við gerðum var að búið til olíu. Æxlið stóð bara út úr hálsinum? Stóð út úr hálsinum á honum og læknarnir vildu setja í hann fæðutúpu og við vorum að reyna að koma í vef fyrir það. Því þá þetta farin að vera miklu meira bundin og getur ekki tekið þátt í neinu og erfiðara
og það sem hann gerði, hann bjóð sér til olíu og setta á axlir og þá horfði maður á axlir bara draga saman. Hvernig olíu settu það? Medical cannabis. Sem er líf, hvað mætti maður segja? Var þetta á Íslandi? Þetta á Íslandi, já. Hann bjóð hana bara til sjálfur og þú getur þetta bara að fara á netið og finna út það ekki það flókið, sko. En og hann gerir það og setur hann á og hann ákveður að fara bara græna leiðarinn í endan. Og alltaf að reyna bara, þess að fara ekki bara á líknadeild og reyna að vera bara með sinni fjölskyldu og var eignast barn og annað og ákveður að gera það og ég horfði bara æxli bara skreppa saman og hann borðaði og opnaði skóki og hann borðaði og svo bara blésaði út aftur. Og svo gerði bara þetta nokkur sinnum á dag og líka borðaði þetta olíu og annað og var mjög góður í fæði og þetta kom í veg fyrir að hann þurfti að fara upp á spítala og liggja þar og bara og horfa á þetta því að að þetta hefði verið hægt að bara fyrir mér alveg mind-blowing. En þetta var svo hluti af líknandi meðferð, hann dó. Já, þetta var þetta bara líknandi meðferð, sko. Þannig sé ég meina þarna ég kynnist þó, sko, vinkona mín, þetta er bróður hennar og við kynnist hann átti ár eftir og alveg frábær strákur, hann heiti Davíð og var bara hét Davíð og var bara, hann er mjög virkur félagslega og var svona að vinna með úlingum og börnum í Grafarvoginum og var mjög vel liðinn og bara yndislegur strákur allan hátt og hann gerði allt sem hann gat bara til þess að verði ekki þessi rúmliggjandi sjúklingur, heldur að reyna að vera functional svo gæti og geta verið með sinni fjölskyldu og annað og þarna bara sýndi mér að það, ekki það að hann fór í alla meðferðir og það sem hægt var að gera en þetta er hvað ég gert sjálfur. Og þarna bara sá ég þetta og svo kom allt inn einhver annar með krabbamein og spurði og maður fór eitthvað svona aðeins að hjálpa honum og svo kom næstu og svo var þetta bara eitthvað, þetta miklu meira heldur en að segja og maður líka heldur ekki, var ég ekki þarna neitt klári í þessu, sko, og ekkert búin að stúdera þetta þannig sé. Þannig að þá þetta CBD dæmi að byrja, það er bara 2011. Og bróðir minn, Kristján, hann á vin sem að stofnaði Medical Marijuana Incorporation sem er hempmeds og nokkuð fyrirtæki með fyrstu CBD fyrirtækjum í Bandaríkjunum og vinur hans, Michael Yamas, stofnaði það fyrirtæki og hann nærið að kynna mig inn í það fyrirtæki og Dr. Stuart Titus sérum er framkvæmdastjórinn og hann er svona afi CBDs í Bandaríkjunum. Og við erum bara mjög góðu vinir og hann hjálpaði mér og fullt af sjúklingum minna heima með krabbamenn sem vanti í CBD og hvernig þá? Bara tók símafundi með okkur og við sendum CBD til Danmörku eða eitthvað það sem við máttum senda það og svo tók einhver í fjölskyldunni. Já, bara einhver úr fjölskyldunni hjá vanlega fólkinu sem er veikt. En það var engin að þessu á þessum tíma? Engin að þessu, nei. Og þetta er auðvitað með, sko, þetta er eitt mest concentrate eða hvað sem er. Hreinast og sterkasta CBD sem getur fengið á markanum er kallað RSHO, Real Scientific Hemp Oil og það er svona meðferð sem maður myndi drauma meðferð fyrir mig að láta hver sem er með krabbamein að fá að geta nota. En þetta er svona CBD-olía þá með háu hlutfall af THC líka? Nei, þetta er bara CBD-olía, þetta er algjörlega lögleg fæðubótarefni en hún er bara mjög svo svona concentrated, ég veit ekki alveg hvað íslenska orðið er fyrir það. Já, hún bara er sterk og þykk. Hvað er hún þá, veistu hvað hún þá var í? Hún getur farið alveg upp í 5.000 milligram og sprautan og þeir eru með sko raw, decarbonated og svo CO2 extraction og þeir eru þarna færðir alla kannabíóða og þetta er alveg mjög spes leið sem þeir fara að þessu og þetta er þetta bara, þetta er fyrsta merkið sem ég kynnist og ég stend hörðu á því ennþá í dag með þeim bestu sem ég hef kynnst ennþá og þeir halda bara þessari gömlu hefð þóttu þeir sé aðeins að blanda því að núna til dæmis með CBD er það við erum þetta ekki búin að kynna CBD, það er búin að skoða 10 kannabíóða af 130-40 og svo erum við með 500 combined eða með efni í plöntunni sjálfri. Hvað er þetta töfraefni, er það þetta eða þetta? En við hefum séð að því meira sem við tökum af plöntunni, því minni virkni. Og þannig að við eigum Hvað meinar þú með því? Bara við eigum að hafa hana bara alla plöntuna, vinna hana alla, ekki þurfa að... Já, þú ert að segja að þessi kannabíóta þeir eru að reyna að vinna með hvora öðrum. Já, og öllin, flavinos, terpenes, allt annað sem er í henni. Terpenes er allt það sem gefur lit og lykt í lífi, þess að essential oils eru svona terpenar og þær eru mjög góðar af því þær opna vitir og inntöku og opna fyrir flæði á líkamannum og bara, og það við köllum við mjög entoris áhrif sem eru það
áhrif allra plöntunar eru bara entóris áhrif sem hún færð ekki ef þú ert að fara að taka bara CBD isolated eða vöru sem kannski distillated eða fer eftir vinslin og svona sko, það margar leiðir og þú missir alltaf ákveðin efni í hverri vinslu og líka hvernig þú ræktar hann þú veist, ef þú ert að rækta í heitu landi þá byrjar að brenna af törpin kannski 25-30 gráðum og annað eins og það alltaf best að kannski kalla svona köld gróðurhús. Já, hvað stöndum við þá svona, svo stökkum svona aðeins í það, varandi Ísland, hvaða potential höfum við, því nú erum við búin að vera með Loga hérna, og Logi var hérna með svílíka framtíðarsýn bara, hann alltaf bara rækta eitthvað 300.000 hektar, hann alltaf kolefnisjafna Ísland, þá þurfti hann að gera það, segir hann. En hvaða möguleika höfum við, altså, við höfum tíma fyrir einu uppskilu, gerir ráð fyrir, svo lengi sem hann utan hús, en hvað þessi yrki sem við getum verið að nota hérna á Íslandi, hvað er það að gefa okkur? Það er ekki, við getum alveg notað nokkur yrki og við erum nú búin að prófa hérna 4-5 yrki núna. Ég setti niður 4 tegundir núna til dæmis og rúmlega 4 hektara. Það er ekkert spurning vaxi, hún vex, við þurfum bara, málega þegar jörðin hjá okkur svolítið súr. Við þurfum að hækka pH-gildi, setja kalsíum í hana, næra hann upp svona fyrstu 2-3 árin. Þá ætti hún að vera búin að ná svona eigin næringagildi. Hefur þú verið að gera það sem sagt? Já. Þá með hverju? Með kartöflum? Ég er að vinna með bændum hérna á Meðallandi. Og það er Arndíshörður og Örn og Sandóli og hérna er ég bara komin í þróunarverkefni með þeim til 3 ára og þau eru að rækta mikið fyrir. Þau eru að rækta bygg og þau eru að rækta repju og þau eru að rækta hveiti og alls konar, og hérna, og þeirra svona view er svolítið svipað og ég hefur það, og landbúnaður í Íslandi er bara allir með dýr, og við hefum endalaust á landi, og við eigum að rækta meira. Og það er bara gott fyrir landið, það setur verðgildi í landið, og það er bara, og ég held að við En af hverju eru við ekki að kveikja á þessu? Hvað er málið? Eins og með svona búur og samningu og svona drasl. Ég bara, ég hef ekki skilað til dæmis eins og með, sko, ég nú fór hringinn í kringur landið hérna í fyrra til þess að hitta sem flesta sem væri að rækta hampi sem ég fann og heimsótt alla og fór þarna til dæmis á Sveitabæinn Egg á Sauðárkróki og þeir eru með 2 stór gróðurhús sem eru nú eiginlega bara fyrir svona þau og þeir eru okkur nánustu. En ég held ég að bara sé næstu í flesta ávexti og grænmeti sem er dottið í huga að borða sko eða sé í búðunum minna. Já, þau voru með epladrið, þau voru með blómur, þau voru með, veistu bara allt annað, þetta var bara hefinn. Og þarna sá ég alltaf, ég fattaði bara, wow maður, þetta er alveg hægt. Af hverju gerum við þetta ekki? Af hverju eigðu ekki peningunum í frekar ég að gera eitthvað dómi, veist, bara heilu lífríkja ávöxtum og grænmeti í staðinn fyrir ísal. Sorry, sko. Þú veist, meðan við erum að flytja og fyrir auðvitað það að missa ávextir og grænmeti mjög mikið af sínum vítamínum og steinefnum og öðru sem við eigum að vera að fá inn í þennan fæðurhring okkar í bara á 2 vikum. Þannig að þú ert kannski að fá 30% af því sem þú heldur að setja að fara að fá. Lífsins ómögulegt að finna góða ávextin og grænmeti sko. Og fyrir þetta kostnaðinn sko. Og þannig að þetta er, að við séum ekki að eyða þessari góðu orku og þessari fallega góða vatni og endalessu dóti sem við erum landi. Í þessa hluti. Ég fekk klikkað hugmyndum daginn. Ég var á Þrengslánum í Laugum. Ég var að horfa yfir þessa stúku þarna. Veist, þetta er bara eitthvað svona kommunist mannvirki bara. Já, svo sem hvernig hún lítur út í dag. Þetta bara á ekki séns. Og veistu hvað ég sá fyrir mér? Ég sá fyrir mér svona tekur eitthvað stær upp í fjöllunum í Indlandi sko. Nema að bara stálgrind og bara glerja þetta og drasla af og nota afgangshitann úr Laugardalslauginni og vera bara með svona bara hampræktuna bara allan ásins hring bara á allri stúkunni og í miðjunni og ég var bara eitthvað að hlaupa og ég hætti bara að hlaupa og bara var alveg stjarfur. Ég sá fyrir mig bara svona kaffihús í miðjunni þar sem allir voru bara eitthvað að éta hampsúkkulaði og drekka hampte. Já, bara kaffihús og við erum með smá kaffi bara alltaf ljós og þetta bara krænt. Mér líst mjög vel á það sko. Þannig að, já, en ég meina, er ekki framtíðin hún er mjög græn. En það ekki? Ég meina, heldur það? Ég ekki spurning, sko, ég meina, við erum komin hvað, við heldum, ég ráðstefnir hampi fyrir framtíðina október 2019 og ég myndi nú segja að boltinn er heldur betur búin að
velta síðan. Það má alveg segja það. Já, það út frá því við stofnum þetta hamfélag og ástæðan fyrir þetta eiginlega svona byrjar er það að ég Stúart og Janni voru að fara að koma til landsins að heimsækja mig sem Janni hérna yfir Evrópu yfir Kanavi í Evrópu og líka inn í European Industry Hemp Association og hérna og ég var búin að fá hann einu sinni til landsins og hann kom hana og svo komið aftur og ég hringi Sigga og nýbúin að kynna Sigga þarna því að þá var ég búin að vera að reyna að finna einhverja leiðir. Hvernig kynntist þú Sigga? Málið það, ég var bara að reyna að finna leiðir inn á Lyfjastofnun og í gegnum kerfi hvernig ég geti gert og fann svona slóð eftir Sigga og eftir hérna Pálma og hinn og þessa. Og það sem ég gerði bara hringdi í alla og bara spurði hvort væri við ekki til að vera vinur og við getum bara gert þetta saman svo við værum ekki alltaf að eiga peningi að fara að gera saman hlutin það var sömu skrifin, það var allt svona og svo talaði við Stú og þeir eru að koma og þá hringi Sigga og segir Siggi þegar Stú og Janni eru að koma eftir 2 vikur, nei eftir mánuð ég hef ekki bara halda ráðstefnu og Siggi var að halda ráðstefnu fyrir AHC í sama dag í Ágræntóteli og það eru þetta fullir ástæðna taugalæknum og öðru liði og við leigjum salin við hliðina á. Vel gert. Og náum að gera rosalega flotta ráðstefnu á mánuði og náum að fá sponsa, markaðsett og byggja til flyera. Við byggðum öllum alþingismennum, vorum svoleiðis og fengum 3 erlenda spíkara og 2 íslenska. Og við ætlum byggust við kannski 100-150 manns en það held ég að vera yfir 400 manns og fullt af fólki sem fór þar sem það kom ekki að. Það var bara fullt út af götu. Og þetta var bara alls konar fólk, af öllum aldri, allstaðar að maður bara svona, komið mjög óvart hvað það var fjölbreyttur hópur og fólk var klappandi á milli fyrirlestra. Og það var bara, þetta bara byrjun og þarna líka gaf þetta okkur opaslan drifkraft að sjá hvað áhuginn var miklu meiri heldur en það sem við héldum. Nú eru liðin 2 ár. Nú eru liðin 2 ár, já. Og ræktunin að fara að 5-faldast með við í fyrra. Já, og það var fyrsta árið, veist. Já, einmitt. Og núna í gær að fyrra dag var verið í rauninni að setja lög í kringum það sem var áður á fíkniefnalöggjöfinni var breytt. Undanþágu. Já, fíkniefnalöggjöfinni var breytt. Þannig að það búið að taka kannabisplöntuna út fyrir löggjöfina, skilst mér. Já. Fyrir utan THC yfir 0,2%. Er þetta ekki frábæra fréttir? Þetta er frábæra fréttir, bara alveg frábæra fréttir og algjörlega réttar. Og þá ekki verið eitthvað, hvað er okkur plönt og þú getur notað þetta og þú getur notað þetta en ekki þetta. Nei, en það er raun ekkert verið að, þannig er raun samt ekkert verið að... Við erum ekki að tala um sem plöntur og allir hinn er að tala um, sko. Þannig að það er greinilega eitthvað vitundavakning þar. Já. En það er raun ekki búið að breyta neinu varðandi í raun inntöku á CBD sem slíku. Nú er búið að taka, skilst mér, frá CBD frá Lyfjastofnun og setja það yfir til Mats. Og nú er Mats bara að reyna að skoða hvernig reglugerðir þeir ætla að setja í kringum það. Já, og vonandi fara bara eftir Evrópureglugerðinni. Upp á inntöku þá? Já, bara, veist, bæði upp á framstöð, já, upp á inntöku og bara fá nokkuð En ég meina, neyðast þeir ekki til að fara í rauninni eftir þessum alþjóðlegu reglum? Samkvæmt öllu, þá eiga að taka alla reglugerðir inn að 2 ára. Þurfa þeir ekki að rökstyðja í rauninni ef við gera það ekki? Mér skilst það, en það verðist vera bara mjög mikið, bara algjörlega eftir hendur sem er hér. Og eins og þú sér að hampræktunin var leið árið 2000 í Evrópusambandinu. Frábæri styrkir sem fylgir neður úr að byrja hampin, búskap, hampræktun, þú bindir 10-15.000 tonn á hektara, skilir, ég meina, þú getur ekki farið í, sko, Þú ert að bera þetta saman við skórækt og annað, þá er þetta bara trillt. Þetta er bara trillt og skóurinn er fyrir dýrin og fuglana og flugurnar og hann hefur með allt annað tilgang heldur en hampurinn. Og þú notar heldur ekki allar tréð og það tekur mörg ára að vaksa, við skulum ekki tala um það, en tréðin þurfa að vera hérna líka, sko. En það sem við þetta gerum bara, erum aðalega alltaf að bjúsa allt, við ákveðum að fara í þetta og fyrir bara í tréð eða bara í stáli, skilur, og við gengum á allt, en það vantar fjölbreytnina í bara heiminn. En kemur þetta ekki bara? Er þetta ekki bara eitthvað svona baby steps í gangi? Baby steps, jú, ég meina það, ég held að sé alveg vakning í heiminn og sérstaklega núna bara með COVID, að fólk fattar að kannski það þurfa að vera aðeins meira sjálfbjarga og geta verið, við þurfum að vera með einhvern fæðubanka eða einhverja leið til að sjá þess að við getum lifað. Ég meina, hampur geti fætt öll dýr á landinu ef út í það fara og bútur undirlega líka undir þau og hægt að flytja inn sag
Það setur bara, trefjar þar undir og 5 sinnum meira rakadrætt og með bakterið undir öllu og það er engin einflutningur eða neitt. Ég meina, 1 hektar á hvern bónda myndi örugglega gera hann. En hvað eru þessi bóndar að nýta hampinn í? Það er rosalega misjælt. Við séum, svo Pálmi, Oddnýja og Gautavík, þau eru í að vinna með trefjar og búa til við, hvað sem að trefjaplötur og eru að fara að búa til ég held að stefnan hafi verið að búa til efni í leikföng fyrir börn. Þannig að svona non-toxic, eða engin eiturefni í, þannig að það er ekki. Og svo er hann bara þróa líka bara rannsóna á ræktun og tilgangshaftir. Þannig það er að nýta allan hampinn eins og staðar í dag. Við höfum vitneskjuna og kunnáttun og allt til þess að nýta þetta. Við erum með vitneskuna en við erum ekki vélarnar. Nei. Og það er það sem að okkur vantar að því sérstaklega í Íslandi við erum mjög blautt land. Við getum ekki tæmt honum hérna bara út á akur og sett hérna og vonað sem hann þotna á næstu viku og maður kom ekki rigning eða eitthvað. Og svo, ég er að rækta 4 hektara, ég verð kannski með 50, 60, 70 tonn ef allt fyrir vel í uppskeru. Hvað gerir þú svo við uppskeruna? Já, ég set hluta af henni, 1 hektar er ég að rækta fyrir hamfélagi til þess að geta bara gefið og rannsakað og svona þeim sem er sína á. Og svo er ég með 3,5 hektara sjálf, þar sem ég er að prófa bara að sjá hvernig þessar 4 tegundir vaksa. Þú sérst bara að tala blóm og blöð, ekki? Nei, ég nota líka stönglana þar sem ég er að vinna í að bæði, við erum að skoða nýja leið til þess að dekortareitana eða að taka afhíðan, sem er ekki með vélum. Altså í höndum? Nei, með affalli. Affalli heiti vatni. Leysa hann upp þá einhvern veginn? Hann bara þá nærði húðinni og hann verður annað elementa efni sem er ekki brotið og fer inn á annað markað. Leggjan í affallsvatn. Já. Og þá þetta notar líka í orkugjafa, þetta er vinnsla sem þarf að gera í orkugjafa fyrir, þetta er rannsókn sem er til í Bretlandi. Við erum með fyrirtæki myndi Reykjavík Hemp. Erum með starfstöðu líka í Bretlandi og erum að einbæta okkur á orku innan þar af því að þeir eru mjög slæmi málum með framleiðslu orku og þeir þurfa að hita vatn til þess að geta gert þetta og hvað þarf vatnið að vera heitt? Þeir eru að gera við 30-40 gráður en ef ég nota kannski 90 gráður og veit ekki hvað skeður, ég verði kannski helmikið fljótari, miklu stýttar og miklu sterkara. En meiri orku samt sem að en þeir borga fyrir orkuna, þeir þurfa rafmagn til þess að hita vatnið. Það er þannig að við myndum nota affallavatni, ekki vatn sem að væri en þetta er bara eitthvað sem við erum að prófa núna með HS-orku og við erum að fara að fá einhverjum aðstöð upp í Eyðilindagarði og svo erum við að er ég að þróa bara hvernig bændurinn á Sandhóli þeir vilja vera bara að rækta hann fyrir aðra og geta selt bara hráefni beint til þeirra sem vilja annað framleiða hvað sem er og við erum bara í 3 ára þróunarstarfi saman sem við erum búin að ákveða að gera saman og finna út þessu. Þeir eru með 1000 hektara landana og þetta er alveg frábær staður af því það er mikill sandur í jörðu og það er það sem við viljum fyrir hampinn. Við viljum ekki hafa þunga jörð heldur sandaði jörð og þannig að bæði ef það rignir mikið þá fer það onni í jörðina og rætuna vilja fá smá loft, súrefni. Og þannig að þetta er svona eiginlega drauma aðstæðana. Yfirleitt kemur frost mjög seint og að því að svo söndu jörðan og mikið eldgosi búið að vera þarna. Vinur minn Pálmar, hann keypti land þarna fyrir 10 árum eða eitthvað svoleiðis. Þannig heldur búin að lenda í 2 gosföllum. Það sem allt var bara kólsvart og þeir héldu bara allt væri ónýtt en svo bara vex allt þetta miklu grænna og allt það. En það var mjög gamall vinur minn og mjög gaman að rekast á hana því að þegar ég þarna áttaði mig á því hvað við þurftum að rækta meira. Ég ætlaði bara að rækta hann. En við eigum bara að rækta landið betur. Þetta er alveg óbóðslega skrítið hvað við erum með endalaust á landi hérna, við erum með endalaust á skurði, endalaust okkur búfjárum, kindum sem eru frábæra og skemmtilegt en svo hendum við helmingina af kjötuna því að má ekki flytta út á landið að gera þetta. Þetta er náttúrulega bara arfleið okkur gömnum tímum. Við fórum til dæmis í þetta votlendisrugl með honum Einari Bárða inn á sínum tíma þetta hangir allt saman. Ég meina þegar þú ert að selja núna ullina það er eitt fyrirtæki og þú fær borga fyrirfram og ef þú
þú skilar ekki að þér rétt og það fyrir seg. Ég meina, hvað búum við, sko? Þetta er úrelt, sko. Þetta er mjög úrelt. En það er líka alveg við því að búast og svona breytingar náttúrulega bara taka tíma, sko. Og þú nefnir hann að ráðstefnuna, sko, 2019, sko, við erum að tala um þetta er ekki nema 2 ár og þú skoðar það í því samhengi. Þá er það mjög fljótt, sko. Því maður er bara alltaf í einhverjum samanburði við útlönd, sko. Sko, ef við ætlum að bera okkur saman við útlönd, þá erum við 20 árum eftir, sko. Við erum líka að byrja 20 árum setna, sko. Já, við erum og við áttum innleiða þetta fyrir 20 árum síðan, þessa reglugerð sem var gerð hjá EU árið 2000, að handbreytun og því líka styrkir að þú bindur svo mikið kólefnum. Ég meina, það er engin planta sem getur kólefnajafnaði eins mikið og eins og hamburinn. Ekki svo ég veit til og ég held ég sjálf að segja rétt. Og fyrir þetta það, þá ertu líka að nota rætunar, það getur bundið saman jörð, það getur nært jörð, getur lagað ónýta jörð, þú getur notað þetta, það er ekkert sem segir að þetta sé, og þótt hún líti út eins og hinn plantan, þá verður fólk bara að skilja hampur og kannabis En það er fræðsli í gangi, sko. Já, það er fræðsla í gangi. Ég var að segja strákunum hérna, sko, þið lesið bændablaðið, sko, það er bara hverju einustu fossu, það er frétt, sko, það er fræðsli í gangi og ég held að þetta sé að skila sér. Þetta er alveg að skila sér og maður finnur alveg, sko, þegar ég fór nú alþingi fyrir 2 árum síðan, skilur, þá var þetta orðið svona hampur, 101, í alveg, planta sem vex og það vissi enginn neitt. Og með þessar landbúna ráðuneytið vissi ekki eins og það væri hamprætt og það væri svona rosalega uppleið og hvað það væri, líka við. Og sem maður bara svona, og sem maður var þetta rosalega, sko, þegar þið byrjuð, þá sprakk þetta svolítið upp og svo hæðið svolítið á þessu. Þetta fyrir alltaf þetta í lagalega hlutan að allt var svona misræmi í öllum löndum og allir svolítið svona og svo ef þú fyrst stressaða kropp sem getur gerst þegar þú ert með ákveðin fræðin sem er diagnosis og svo ertu með menosis. Diagnosis og þá áttu, ef þú farið það mjög stressu og gefur mér eitthvað fyrir og getur hann farið yfir 0,2% og þá bara tekið og kveikt í henni. Og það er þetta ekkert grín og það breytir ekkert 0,2, 0,3 neinu. Þú þarft að taka 3% THC til að finna líffræðilega fyrir því. Allt undir 3%. En á hverju er viðmiðið þú ekki bara haft aðeins herra? Kanada er með 3%. Það er eina landi með það. Sviss er með 1%. Ítalía með 0,6. Ég er að segja það. Á hverju er það ekki bara 0,6? Þá finnur á þér. Þá erum við komin yfir þessi limit. Við verðum að hafa þetta undir 3% ef við ætlum að hafa þetta í fæðubótarefni. Já, altså undir 0,3%. Nei, 3%. Allt sem er 3% og undir. Ég meina að akkur er ekki viðmiðið þó ekki bara 0,6%? Ég myndi vilja hafa lágmark 1% því það þýðir það að ég get framleitt úr kannski 2000 tegundum af hampi staðið fyrir 80 tegundum. Þetta snýst fjölbreytnina. Þetta snýst það hvað er gott fyrir heiminn og móðurjörðina er að við notum ekki bara fínólu. Eða bara öllinu. Það eru við komin að því að það sem eyðileggur heiminn er það að við förum alltaf eina tegund sem vex best eða lítur best út. En það er ekki gott fyrir þennan stofn. Þú eyðileggur alltaf hérna stofnana. Við verðum að halda í náttúrulega stofnana. En heldur að vera erfitt að breyta þessu eftir á? Nei, við þurfum bara að fara að skoða þessu parmakúltúr sem er þetta algjörlega frábær leið til að rækta og lifa í sátt við jörðina. Það er bara ákveðin leið sem ákveðin bændur fóru og það er bara verið að finna þá býrð þetta vatnssystem, þú safnar öllu vatni, rigningavatni sem þú gefur plöntunum og dýrin þau opna ekki jörð til dæmis þegar þú opnar og plægir jörð þá hleypur öllum karbonætunum upp og það verður alveg bara að minna súrefni yfir heiminum í Japan þegar allir eru að plægja og astma versti mánuðin vist fyrir astmasjúklinga sem er og karbonætin þarf að vera jörðin til þess að gera hvað, hann nærir allt sem við setjum í jörðin og viljum vaxi. Þetta er fæðan þeirra. Þannig að ef við erum með lengi jarðir opnar þá er það ekki gott ef þú ert að hleypa upp. Þetta parmakúltúrin er bara að vera þá notar dýrin og þá setur kannski nautin á þetta tún í 3 vikur, lætur kúka pissa og gera svo færðu bara plægir og hendist það svonni. Skilur, og dýrin fá þarna rosa gott gras og svo fyrir það næsta tún sem er eitthvað annað gras og þau borða það í 3 vikur og þá eru þið búin að næra og pissa allt náttúrulegt og svo ertu kannski farin að sníkla þá eru gæsir geta getið 50 tonn af sníklum á dag ef þú ert með góðan her og þá bara hendur þeim inn á það og þeir taka allan sníklan og geta það bara visla og það er tilgangur en við erum þetta líka bara númer 1 og 3 þurfum að hætta að nota pestasæk öll þessi eiturefni og það er það sem við erum að algjörlega að fara með okkur það hefur pampurinn þú þarft ekki pestasæk
og hann er með innbyggða pestasætvörð og ef þú myndir taka svona slow-mo vídeo af hampi þar sem er verið að klippa hann þá er hann að spýta á því svona konguló og þú verður allir klístra af því að þetta er bara varnirnar hans og við hefum lengt í að ég hef fundið 2 lifrur í hampi á Íslandi þar sem ég bara náði að sjá hann inn í laufi og það var svona, hann náði að borða hálft lauf og svo rúlaði hann sér bara upp og svo held ég hann að það bara festið skilur við, hann mistast þið fór ekki á tappin skilur við og hérna hann er ekki náð svo langt nei og svo er hann með innbyggða frostvörn í sér sem virkar hvernig? Hún virkar þannig að það er frostlaugur í honum, þú getur bútið ethanól og frostlaug og það þýðir það að til dæmis þegar við setjum niður fræin núna meðan hann er lítill þá getur þólar hann frostnætur hann þólar hann ekki þegar hann er fullorðinn. Men hann skreppur samt aðeins saman en ef hann myndi lenda í endan á rektunum þá verður bara allt svart þá færður bara stöngla á rektunum það verður, veist, og það bara veist, en hann þólir frost allt niður í -5 gráður veist, öðru hvoru í fyrstu vikunar sko. En svo því lengra sem líður á því við hvað meira er hann geggjastöf en hvað er ræktunartímabilið? Það er svona, myndi segja 120 til 140 dagar gæti verið 100 dagar út með fínóli en á Íslandi er þetta vex allt mjög hægt það þarf þetta alltaf að vera alveg potti en svo er bara spurning, sko, við getum alveg búið til stöngla sko, fræin, það er alltaf að hugsa frá fræi í það þú klára plöntun og þá er fræin komin í hana ef ég er að búið til CBD ef ég er að fara að búið til trefja og það er ekki til fræin og það verður ekki hægt að búa til mikið fræjum í Íslandi og ef þú býr til fræ þá máttu heldur ekki setja í jörðu þá er þetta til fæðu af því að þú verður að búið til, sko, það eru 5 liðir að búið til stable eða svona stabilt fræ og þú myndir bara geta eyðilegt þennan strein af fínólu kannski og gert eitthvað Afrodito eða þú veist ekki hvað kemur og það væri þá engin fræ fyrirtæki í heiminum ef við myndum öll bara taka og búið til fræ og setja í jörðu þá er engin að því það þarf sko bæði sko diaiosis er karl og kona og sem er bara eðli hampsins og svo er búið að búa til menósius þannig að búið að taka kallinu konu og setja hann í eina plöntu og það er oft betra fyrir trefjarnar og svona og þá treður hann bara rosa þröngt saman og vilt ekki ná sólarljósa stöngla heldur bara treður hann saman og þá verður það bara í því að tegja sér byrtuna og reyna að fá og þá farið massa stöngla og hátti upp og kannski blóma efst á toppin það er miklu örugari plöntur að vinna með heldur diaiosis fyrir trefjarnar já, líka bara fyrir okkur bara ræknendur yfir höfuð úti myndum við kannski líka klára það alveg og fá góða fræði af því mörgum að vera góðu frægefarar fyrir manneldi en hér er bara mjög líklegt að við séum að fara að framleiða eitthvað fræ veist, en það eru síðustu sko kannski síðustu 3 vikunar þannig að við erum komið með stönglana við erum komið blómin CBD sko hæst í plöntunni á 2. 3. viku blómstrun þú mátt, því lengra sem hún fer því minna ertu með gildi af CBD-inu sko. En mér langar að fara eins í THC þú talar hann í byrjun hann Davíð heitinn vinnuðinn þú sagðir að þið bjuggu til þá eitthvað eigin olíu já hvernig fór það fram? Það bara, hvernig vinnur maður olíu? Hvernig vinnur maður? Þetta er nú bara eins og maður notar ethanól eða eitthvað svona, já, ethanól eða eitthvað svona likvid til þess að brjóta þetta niður tværð grasið upp úr þú þarf það í 3 mínútur og svo sigtar það frá og svo þarf það að sjóða ethanóli af og svo activate olíunu. Hvernig gerur það? Bara, hún má bara ekki fara yfir ákveðin hita og þetta er bara ég vil gert í hrísgrjónapottum það er það milljón vídeó á YouTube og maður bara horfir á YouTube og slær þetta og svo kom þetta Rick Simpson til Íslands 2013 sem hvað Rick Simpson? Rick Simpson er RSO-olía Rick Simpson er maður frá Kanada og RSO-olían stendur fyrir hvað? RSO stendur fyrir? Rick Simpson ok Rick Simpson ójál hann er svo fyrst í þetta sem að fór í þetta þannig sé og hvað var það sem hann kom með svona fyrst? Hann fekk bara krabba með hann húkrabbamein og hann bjóð sér sjálfur til þessar olíu og hún læknaði hann og svo fór hann bara til næsta vina sinns og gaf honum olíu og læknaði hann einhver og var bara búin að læknaði hann eitt þorp af alls konar kvillum það er bara olíu sem er bara borin á húðin já og borðaði líka bara það fyrir eftir bara hvað þú ert að fara að laga þú veist hvað þið ætlar að setja ná hvað þú ert að fara að gera og innihaldið í þessari olíu er bara cannabis hátt THC gildi hvað hátt? Það í RSO-olíu getur verið á milli upp í 70-80% kannski aðeins sterkari og hvað annað?
Bara, ekkert annað. Þetta bara plantan, þetta er bara whole plant, þannig full spektrum RSO, þannig að þú með alla, þú tekur blómin öll, farið alla törpins og allt annað í eitt, en þetta er kallað RSO meðferðin eða Rick-Simpson meðferðin og til krabbameinsmeðferð sem að örugglega milljónir manns ef ekki, mörg 100.000 manns sem lágmark hafa notað með öðrum meðferðum eða bara misjönd. Og þá þetta að nota sóli til dæmis í 3 mánuði og þú byggir upp þol og gerir ákveðna hluti til þess að nota hana sem lyf, ekki nota þú ert ekkert að nota hana, við erum ekkert að gefa krabbameinssjúklinginn hana og til þess að gera friðin, við erum að segja hann að sjá til þess að hann borði og sofi nr. 1, 2 og 3 og reyna að halda honum fengsun og minna auka lyfjum. En sko matalistin sem á þá að koma yfir aftur, af hverju kemur hún? Er þetta eitthvað svona munchies pæling eða? Ég meina, ef þú væri ekki veikur, þá myndir þú örugglega fá munnsins, sko. En þú ert ekki, ef þú væri ekki, sko, þetta er ekkert olía sem að vera, sko, Rick-Simpson-olían er það sterk að þú ert ekkert venjulegt fólk ekki að taka hann á daginn og þú myndir bara fara að sofa. Þú myndir bara, hún er lengi að kikka inn og hún fara að sofa, nema þegar þú ert á orðin eins og krabbameinssjúklingar. Tekur smá tíma, þú sefur alveg vel nokkra daga þarna, illa meira og minna, þú ert að venja þig á þetta. En svo bara, ert að hættur á morfininu og farin að borða og ert bara einhvern veginn, verður svona þetta er að koma í staðið fyrir morfínu á einhverjum tíma í alvörunni? Þetta kemur bara oft í veg fyrir morfínótkunina að mestu leyti. Geggjana. Ef þú sérstaklega byrjar að nota þetta með þetta, og það eru rannsóknir sem sýna þetta bústi upp að vera að rannsaka núna til dæmis hvort að þú getur tekið sko, ekki eins sterka lyfjameðferð ef þú myndir nota kannabis með því að það verðist vera betri upptaka. Og CBD verðist vera að þú tekur CBD góðan tíma þá er bara komin ákveðna varnir og líkamann og það sem við hefum séð og ég hef upplegað bara þegar þeir sem hafa notað þetta með meðferðum eru bara miklu meira fensilónsjúklingar og þeir eru ekki með eins og ekki að auka verkurum eftir þeir ná sér og eru bara miklu meira mannlegir og fá að vera fensilón. En hvernig eru svona sjúklingar sem eru kannski ekki með neina reynslu að þau kannski hafa notað til dæmis kannabis? Flestir af þeim hafa ekki notað þetta. Nei, ég meina, en hvernig eru þeir að höndla og hvernig svona eins og segir bara kannabisvíman að fara í þessa einstaklinga? Það sem ég mæli með fyrir þeim er bara alveg að byrja að nota þetta bara nóttinni, byrja að nota þetta áður fyrir að sofa, láta þetta kikka inn þó að sofandi skilur, þetta lengi að kikka í kikkni, gera það þar til þú farin að vakna eðlilega og svo bara það svona alls konar prótokól sem þú getur fundið á netin sem eru Rick-Simpson oil prótokól. Og svo bara fer maður bara og eigur og sumir bara að gera þetta til þess að halda matalistin, sumir að gera þetta til að fara í krabbameinsmeðferð, skilurðu. Það eru margar leiðir og sumir bara, til þess að láta sig líða betur. Það eru, en þetta bara, þú ert orðin toxic, þú þeim finnst þetta að slá á, svona bruna, minniverkir, eftir einhverju meiri friði sjálfa sig, skilur, en það ekki allir sem höndla þetta heldur. Nei, en líkamlega, því að núna eftir að reyna að tala þarna, að tala matarlist og tala að fólk verkastillandi og svona með eitthvað svona súðing inn í hugafari, en hvað með svona eins og með frumu pælingarna, hvernig það að vinna á krabbameininu sjálfu? Það bara verið, því það hefur líka heyrt, Það drepur bara ákveðna krabbameinsfrumur. Ákveðnar, já, það er ekki, eins og hormónakrabbamein, þá yfirleitt myndir að fara high CBD meðferð, low THC og ef þú ert með ekki hormónatengt, þá er það hátt THC og low CBD. Ok, og reynslan hefur sýnt það? Og rannsóknir sýna það, bara rannsóknir sýna það. Og ég get alveg sagt, ég bara eitt atriði þar sem að vinkona mín, það er stelpa sem ég kynntist fyrir 2-3 árum og hún greitist með heilakrabbamein og þeir sett hann í aðgerð og það var lengjart og langan tíma greinana og var búin að fara mikið til læknis og aldrei einhvern veginn greint rétt og svo kemur þetta ljós og fyrir beint í heila aðgerð og þeir ná ekki öll æxlinu. Minnir að það hafi verið 6 cm eða eitthvað eftir. Ok, ansi stórt. Ansi stórt og og svo bara var eiginlega næst þar sem hún vissi og ég minnir hún að með þess að vera í útlöndum með systir sinni bara aðeins að fá sér smá breyka og vera sjúklingur. Og þá hafi hringt þetta teymi sem að ég man ekki hvað heitir þetta teymi sem sér líkna teymi, svona undirbúningur fyrir líkna. Hérna á Íslandi? Já, hérna á Íslandi, þar sem að þeir sá ekki fram á það vera, því að það væri ekki hægt að skera þennan part. Og hún kemur og hittir mig og vinkonum mína og spyr hvað, og hún sagði bara, ég sagði þar, ég er ekkert að koma að hanga, ég er ekki til í þetta, ég er bara, ég er ung og hún er opbóðslega hress og æðisleg manneskja,
og hún bara, tók bara fæðuna sína og næring, ég ætla bara að segja þetta núna, næring fólk, ef þið verður veik, þá er næringin númer 1, 2 og 3. Það er ekki, breyta fæðinni, fari í superfæði, fari í réttu fæðuna, fari til næringafræðings. Læknar læra held í 9 tíma í læknanáminu næringu. Og þegar það sem þeir veit ekki þeir ekki að fara að benda ykkur á, virðist vera. Og ég er bara að segja það, þegar ég var, verið mikið í kringu krabbameinssjúklinga og frætt mikið af fólki, fræði mikið af fólki og svo bara reyfið þeim, bara þú ákveð þau bara hvað þau gera, það er ekkert svona, bara sínaði möguleikana, segja hvað aðrir hafa gert, þið getið talað við vini mína, þið getið talað við fyrrandi sjúklinga eða hvað sem bara, hvað get ég gert? Ég get kannski bara, farði í bóin, farði á sokkunum og snerti í jörðuna og labbaði í grasinu, það er bara eitt hluta sko, farði og reynda að vera alkalæn, það eru, vítamín, þú verður að passa, að halda ákveðni virkni í líkamannum, ekki kannski spurning líka að detoxa sig aðeins á þegar maður er komið sjúkdóm, hreinsa lifrin og dótið svo maður geti tekið nú við ykkur sem er að fara að vinna í, það eru alls konar hlutir, en það er bara rosa sorglegt að sjá hvernig fólk bara fer og bara kannski greinist með rosalega alvarlegan sjúkdóm og svo fer bara heim og býður eftir að læknirinn bjargi sig. Og kerfið okkar er ekkert að fara að bjarga einum eins og staðan er þetta. Bara sorry to say it. Við erum ekki, ég meina, var ekki fréttunum fyrir þetta að krabbameinslyf búin á Íslandi. Vitum ekki hvernig það koma. Við veitum hvað eru margar grúppur á Facebook sem eru skjaldkirtilssjúkdómar, eitlasjúkdómar, fólk með krabbamein sem eru að treyta lyfjum. Ég vissi ekki því. Já, það er bara svoleiðis. Af því að lyfin er ekki til. Það mér skilst að þessi kvóta á lyfjum á Íslandi, þannig að það verstaði inn 4 sinnum á ári. Og daginn fór ég til hans Arnars kvensjúkdómalæknisminn og ég var að ræða við hann, mér verður stundum svolítið blösku þegar ég fæ svona, erum við bara eins og fiskurinn í sjónum, og maður bara ekki fleiri en þetta er veikjast og þá bara, nei, sorry, þú bara farið meðferð eftir 3 mánuði þegar við hefum ekki, En mér er líka svolítið forréttni, sko, er það hagur lyfjafyrirtækja að lækna krabbamein? Nei, auðvitað ekki. Ég meina, ég get ekki alveg... hagur lyfjafyrirtækja að lækna ykkur? Já, ég meina, ég get ekki alveg séð hvernig það gengur upp svona með hvernig svona nútíma kapitalismi er keyrður áfram. Enga veginn og þarna kemur með spurningir, læknavísindin eru frábær. En það verðist að læknar hafa gleymst að þeir eru vísindamenn. Þeir þurfa að þróa sig. Þeir eru rosalega stænaðir og óhrættir, þótt að ég með eins og Sunna, þú þekkir nú Sunnu og hvað er langt sem hún fekk flóðakast, út af hverju, út af hún tók CBD-olíu. Hennar líf stjórnast þótt hún sem öll þessi önnur engin og hrikalan sjúkdóm, en flóðakastin stoppuði þroskan, tók hana aftur alltaf, voru alltaf fara að byrja hana på hún gæti ekki tjá sig hvernig henni leið og allt þetta að því hún líka var í lyfjakóma svolítið og að því hún þurfti svo mikið lyfjum. Hún hefur ekki fengið eitthvað næstu núna verið held í 4-5 ár. Síðan hún fór að taka CBD. Já, flóð. Og búin að minnka lífið sinum 2/3 í flóðveikislífjunum. Já, þetta er einhver smá tölur. Þetta er ekkert smá tölur og hún er líka functional, hún getur talað, hún getur látið vita og þetta er bara, og orðin er bara að fara nú lyfjakómanu eiginlega. En þeir veit þetta, þeir ætla ekki að tala mikið þetta, og þeir ætla ekki heldur að panta þetta fyrir hana. Það er leið, sko. Það er lögin bjóð upp á það. Ég er að segja það. Já, en það er enginn að gera sér það. Nei, ég meina, en læknir í rauninni hefur leyfi til þess að skrifa upp á. Hann getur alveg skrifa upp á CBD, alveg sem getur skrifa upp á B12. Og er enginn læknir að gera það? Það, ég veit hef heyrt að 1-2 sem hafa gert þetta og þá hafa gert þetta, hef ég heyrt að lyfseðill hafi ekki verið rétt og það var bara sagt CBD og lítið þú getur ekki gert það, þú verður að segja hemp meds eða lighter leaf, 20% olja, tekur 6 dropa á dag, 2 á dag, eins og skrifa lyfseðill. Þú getur ekki bara að skrifa eitthvað og ef þú ert að skrifa, þá myndir örugglega þurfa að skrifa upp olju sem er frá Evrópusambandinu eða í og merkt, þannig að þú getur það. Og við erum að tala Sunnu, Sunna er rosalega góð vinkona mín þetta og ég veit hún er frænkaðin og að kynna Sigga og fjölskyldu, þetta er bara magnasta fjölskyldu sem ég kynst, það er ekkert öðru í sig og Siggi, ég veit ekki hvort hann sé sér bara súpermann í rili, það er bara Ég er að bíða þetta að koma út úr skápnum sem er eitthvað algjört ég meina hann er bara einn af þessum mönnum sem hugsalega getur haft áhrif og virkilega breyta því að hjarta er svo rétt úr stað og það er bara ótrúlegt að hann þurfa að vera að standa í þessu öllu og sérstaklega eftir þetta með hampinn ég reyna að gera mitt besta eða svo þið getur ekki að standa í þessu ég get alveg lofa þér því af því að
Það á að vera að geta bara njóta þess að vera með barninu sinni, sko. Hann á ekki að þurfa að vera berjastur í kerfi að hún megi fá hjólastól eða laupa, hjólastól eða hún megi gera þetta og kaupa sér þannig að því, ég meina þetta stanslaust bara. Og öllum sviðum. Á öllum sviðum og svo daginn til dæmis breyttu í lífunum hennar, neyðarlífunum hennar sinni, engum tilkynda, og þetta líf sem hún þarf að skjóta í sig, skilur, þegar hún fær ákveðin köst. Og hún getur ekki tekið meira en 1 milliliter en Lyfjastofnun ákvað fyrir að flytja inn þetta bara 10 milliliter ambúlum þannig að 9 fara í sjóin og hverju skammti hver borgar það, hver græðir á því það er ekki sjúklingurinn, ekki fiskarnir í sjónum og það eru lyfjafyrirtæki enn og aftur og ég bara, sorry, ég bara sko en erum við ekki þá bara, snýst þetta ekki bara að það þarf að eiga sér stað einhver róttæk breyting bara róttæk, bara vitundar breyting það þarf að stokka upp Lyfjastofnun er algjörlega búin að missa sinn tilgang hennar tilgangur er að vera eftirlitsstofnun sem fylgir með öll lyf sem koma nýtt til Ísland séu rétt mert, uppistala æðislega flott og allt þetta og vinnur eftir skrásetning og vinnur eftir evrópsku Lyfjastofnunni hún á ekki verið með áleit á einhverja handbrettin hún á ekki verið með áleit á iðnaði það er galið og hún bannar að taka melatonin hún bannar að taka B3 hún bannar að B7 þetta er allt hluti sem geta hjálpað með krabbamenn til dæmis þú ert frekar að taka svefntöflu nei, fyrir hverju við vinna þeir vinna ekki fyrir okkur fólki þótt að sé á launum okkar þetta er galið og mætti að halda þeir væri kóngarnir yfir heilbrigðisyfirlitinu þetta er bara stór skrít finnst mér að því að þú fer bara svo til Danmörk og fyllir töskun á melatonin og B-vitaminunum og allir þessum og allir koma heim smyglar þessi inn því svo getur verið heilbrigður við þurfum líka bara að fara að lyfta þessu undir höndunum undir hómapatan og grasalækningar fólki sem fer hérna út í nám mega háskólanám og bara læri fullt af hlutum það er öll líf byggð upprunalega á jurtum ykkur úr móður jörðu þeir eru ekki bara syntherik upprunalega þeir eru syntherik þá getur þú sett patent og þá getur 8-1-75 ár áður einhver annar má setja og hvað gefið á því ég meina halló við erum að tala heilsu heimsins við erum ekki að tala við sem bílar eða tógara en hvað ertu Tóta, varðandi altså, því að við vorum hérna með hana Halldóru öktjumann hérna daginn og þá spurðum við hann út í Hampinn og hún náttúrulega bara eins frábært starf sem hún er búin að vera að vinna frábært þá fór hún strax í þessa afglæpavæðingu og fór að tala THC og annað og það er þessi tenging hérna alltaf á milli þetta er sorgleg saga það er svolítið sorglegt en hvað ert þú varðandi altså lögleiðingun, altså varðandi THC ég meina ég vil fá CBD fyrst ekki ég vil að við klárum að koma en af hverju viljum við fá THC löglegt? Að því að fólk bara út frá svona forræðishyggju nei, ég myndi byrja á medical cannabis ég myndi bara vilja fá medicalið inn til þess að sjúklingar ég meina ég er með nokkra flóðveika og ég er með fólk sem er með MS og þekki bara fólk með alls konar sjúkdóma sem er bara í mörgum tilfellum komið á 14, 15, 16 limar og bara líður alveg í helviti en hérna hvernig veistu hvað virkar þú ert á 14 lyfjum og ert í helviti ennþá nei, það fyrsta sem ég segir var það þessi tafla? Leiði betur á þessari? Þú veist ekki neitt. Þetta er galið. Þetta er bara galið. Þetta séu líka bara inn í geðlyfjabatterínu. Nákvæmlega saman. Og geðlyf er bara hönnuð fyrir að láta þetta vera þægilegt fyrir mig og þig, en ekki þau. Þeir eru ekki að laga, þeir eru hönnuð til þess að þau séu ekki óþægileg fyrir okkur hérna hinn sem erum í kringu þau. Þeir eru ekki hönnuð til að laga þau. Þú veist, og bara sveppirnir og þetta sem er að gera það er magnar og þetta er eitthvað ég veit ekki hvað það poppaði upp og því líka komið svo þöndur, bara eins og þruma á loftinu hérna, en samt komið svona langt inn í kerfunum úti. Þú veist, rannsóknirnar komna langt. Mér skipst nú eitt af íslensku lyfjafyrirtækjum og sé í stóru... Ertu að tala psilocybin núna? Já. En Sara María var hérna ekki síðast heldur, það síðast heldur? Og þá fórum við mitt inn í þetta og þetta er framtíðin hvað var að gera. Já, en sástu hvernig það kom hrætt inn? Já, þetta kemur mjög þetta kom hrætt inn og viðurkennt, að mörguleit og næst í koma að marka. Meira þess að geðhjálp kemur og meira þess að í viðtali með Hallgrími. Já, þá kemur hérna ekki formaður geðlæknasambandsins eða eitthvað og hann kemur og segir, það eru kannski ekki komna nægar rannsóknir en þetta er mjög bjart, sagði hann.
og það alveg ótrúlegt sko. Ég var ekkert smá hissa að sjá það þeir nú að tala það að það væri bara að koma að marka eftir 5 ár og mér skilst að eitt íslenskt lyfjafyrirtæki ég satt eitthvað tengt honum Björgólfi eða hvort að segjandi eða hvað það séu búin að vera lengi að rannsaka íslensku sveppina í þessu tilgangi og meira, þetta bara það sem ég heyrði ég ætla ekki að kaupa dýrar heldur en ég segi sko. En ég meina sko það fullt að líka bara ég nú bara aðeins horfa á þetta, mér finnst þetta bara magnað það mér skríti hvernig þú sérðu bara við skulum bara fara aftur í hampina þegar það er svolítið magnað hvernig sveppir koma hann inn og hérna var það ekki þessi rosalega hræðsla þessi gríðarlega hræðsla ef við förum yfir svona allt þetta helsta sem fellur undir dóp eða neyslu eða hvort það sé alkohól eða þá þetta eitt hluti sem aldrei dreifum mann og það heitir hampur það búið að reyna það ekki hægt hann mun sofna, sofa vel og vakna aftur þetta ekki mýta, vist nei, þú veist, það búið að gera þetta við mísum, það búið að gera þetta öpum það búið að gera þetta, þetta ekki hægt þú veist, hann mun bara sofna og þetta, ég deyfi sig og bara þú veist, en sko hampurinn var 50% af öllum lyfjum í sko apótekum í Bandaríkjum og Evrópu fyrir 1910 já en virkuðu þau? Það fóru þetta í 60-70 ár og það var það var bara ekstrakt THC og ekstrakt CBD og ekstrakt og þetta var bara, þú bara skoðar þetta fullt af myndum að þessu. Þú varst líka með heroín og allt þetta. Já, kókaín og heroín en hampurinn eina sem þetta hefur verið A-class drug með kókaín hefur verið second í B-class og bara, þú veist, name it, þá hampurinn hættulegst að eiturlyfi í heiminum. Og veist, mér held ég heroíni notað í læknaskinni þá var það að vera bjöli. Allt sem eitthvað notað í læknaskinni og valmúin, skilurðu, þá það B-flokkað, sko. Og ég held að kókaínin sé það líka. Í hvaða skinn Af því að það var notað sem lyf í gamla daga og ennþá notað. Alveg notað í, plantar. Það bara deyfingar. Deyfingar og slís. Og sko kókaínsplantarnir var notuð mest af sko fátæku fólki sem var svona bændum og þeir tuggu plöntuna, laufin til þess að drepa sveindina og gefa sér orku. Það var tilgangurinn þeirra. Og en ég veit að en það sem við þurfum held ég bara ekki, ég held líka bara þess að við þurfum að gera átt okkur á því að lyfin komu hvað 1930, 1920, 30, 40 byrja að koma new medicine. Hvað gerist? Hampur var að henta út fyrir nylon, new medicine og bómulin. Ég meina þetta var þessi saga, sko, það var rosa gaman að við allir myndi aðeins skoða þessa sögu þetta algjör propagandasaga sem að ég bara trúði ekki að heimurinn virkaði svona. Já, hann gerir það. Já, en þetta hafði ég bara fór í honum í saumana og ég var bara, það var allir að rækta þetta, það var allt búið til úr honum, ég meina þetta var notað sem fæða fyrir dýrin, það var notað sem orkugjafi, þetta var notað í byggingar, þetta var notað í fötin okkar, þetta var notað í allt. Ég meina, fyrsta lífvarsbuxurnar voru úr hampi. Þær eru náttúrulega bláar. Það var ekki lítar, af því að hampurinn er blár þú vinnur og svona. Já, þannig út af því eru það, veist. Og það var sko, hann var gullgrafari, bæði og hann var í sterkust og flottast buxun og slitna aldrei. Og hann endaði sem buxunahönnur. En hann var lílu gullgrafari, veist. En hann og það var náttúrulega bara farið í einhverja skipulagða herferð í rauninni. Það var bara þegar alkohólsbanni var tekið af í Bandaríkjunum þá var bara rosa sniðugt þetta setja eitthvað nýtt sem þau gæti kúa og þá var ákveðið að setja það á kannabisi og þá var þetta bara kallað kannabis og hemp og það sem þau gerðu voru að breyta nafninu á plöntunni það er engin planta til í heiminum sem heitir marijuana þetta er bara svertingjan niðrandi niggerneim, ekki döðri þessi, ég myndi aldrei kalla hana og það kemur á 2 nöfnum og það er Maria og Juan, 2 vinsælustu nöfnir í Mexíkó, sett saman, það er marijuana. Þaðan kemur það og þeir voru löt, lágur tré, voru innflytjendur, skilur með rauð aug út af þeir, kannski brunnin aug út á sól og öðru og þetta var þarna kallað og þaðan kemur nafni. Og svo búið til þessa mynd sem heitir Reefer Madness sem er klukkutíma mynd. Já, bara svona eitthvað propaganda. Bara söngleikur og propaganda þar sem við verðum að tala þessa plöntu og bændinu föttuðilega, þetta var svona tekið frá þeim óvita, sko þetta væri hampurinn og kannabisi. Og svo var bara sett taxlög á þetta og leyfislög og enginn fekk leyfi var svo dýrt að það hefði gefnað því og svo kom seinni heimsstyrjöldin og þá voru allir bændur skylduðu til þess að rækta hamp. 20% öllu kropp þetta voru hamp. Já, þá hendaði það. Já, því þú vilt fá þetta í föt og reipi og segli og
En hvar var, sko, hver er tímasetningin, altså hvað var það hampiðjuna til dæmis eins og Íslandi? Bara svona fyrir fólk hérna til þess að heyra. Hvað segir þið? Hampiðjan ætti mér einfallega að breyta nafn. Ég er búin að tala við það og þeir hætta nú, þeir eru plastiðjan, næloniðjan og þetta er engin framleiðslega heima. Ég man eftir að ég nú alveg upp í miðbænum og man svo vel eftir þessari byggingu og þessu fyrirtæki og þeir eru með þetta sína mestu framleiðslega bara úti og þeir nota bara nælon og held ég hættu að nota hampirinn 1940. Já, þeir hættu að nota 1940. Já, og stoppuðu fyrirtæki 1932 er ekki mann rétt. Og fóruð þeir að nota nælon bara þá í rauninni, bara hægt jæmt og síðan. Þeir eru að klára eitthvað lager og svo bara fara þeir yfir nælon. Og ég reyndi nú að tala aðeins við framleiðslustjórann og spurði hvort hann vildi nú ekki fara að skoða aðeins aftur tilbaka. Já. Af því að nú var nú bæðið framleiðslan, þetta orðið mun betri af hampreipum og annað og tæknin orðið mun betri. En hann vildi nú meina að þetta efni var ekki nógu gott og myndi eyðileggjast fljótt. En maður myndi nú kíkja á plastið í sjónum og ég var nú að horfa mjög á að vera heimildamöndu daginn og við rörin, þeir eru 0,01% eða eitthvað sem fyrir hérna, en fiskinetin eru 40%. Þeim að drepa á sjónum. Já, alltaf að tala rörin. Já, rörin eru það sem við erum að leggja áhersluna á. Er ekki bara að leggja áherslu að finna eitthvað annað efni? Er fiskinetin 40%? Og það skipti ekki máli í þessari heimildamönd, það fór hann til alls konar samtaka og alltaf þú fórst að ræða það, þá bara lokaðist allt. Vildu ekki tala, vildu ekki inn, veist. Og hvað allir þessi, veist, líka stimplar veist, organic, veist, veist, já, og þú ert að kaupa, eitthvað, veist, við tókum ekki túna eða hval með og alls konar. Svo er engin, það er ekkert eitthvað sem er í banknum og fylgjast með því, sko. Það er enginn sem að, veist, við erum rosalega góða að búa til staðla og stimpla, en, veist, það er rosalega erfitt. En hver á að hafa eftirlit með því? Nákvæmlega, en líka, veist, það þarf að vera eitthvað motivation í því, er það ekki? Og líka bara, veist, ég þarf að leita, veist, það er erfitt að finna þessu upplýsingar. Skilur þú, veist, hvernig á ég að gera þetta? Ég veit það ekki, af því að það er ekki, veist, það er ekki vera, því þið vil ekki, við tölum þetta. Herðu, það er hérna, sko, við erum að nálgast lokin, en það er hérna með þessa heimildamynd sem ég var eitthvað að heyra af sem Hampfélagið er að gera. Já. Má eitthvað fara í það? Já, hérna. Ég var bara að heyra þessu bara fyrst núna. Hvað er þetta? Það er þannig að í fyrra þá hafði Hókus Fókus sem er framleiðslufyrirtæki samband við okkur hjá Hampfélaginu og spurði hvort við værum til að gera eitthvað svona hampverkefni saman. Ok, altså íslensk framleiðsla? Já, bara fylgjast eftir því sem var að gerast og við ákveðum að slá til og ég tók þannig það hlutverk af mér og hérna fyrirtækið mitt líka Reykjavík Hemp gekk inn í þetta og út af því við ákveðum bara að þetta var það gaman og svo fekk hérna kvikmyndatökumaðurinn okkur COVID fyrir og var mikið lasinn og þetta var vesinn og þróunin er það bara mikil að við viljum halda, við vorum bara ekki búin að ákveða þannig séð neitt ákveði hvað við varum að gera, við vildum bara dokumenta, grænu, veist. Er það dokumenta bara ræktunina og einhverja vinslu? Bara fólkið og plöntuna, skilur við svona. Og svo erum við komin nú aðeins lengra til það, ég fekk hérna smá aðstöð og hafði sambandi hérna Símon og þeir alltaf að taka þátt í þessu með okkur og erum að fá fleiri aðalverðist innar og svona alltaf bætast í hópinn og ég held líka að það sé bara algjör ástæða til þess að því það er að poppa upp alveg mögnuð sko þróunarfyrirtæki eins og Hemppak sem er að vinna með hampplastið, svo er það strákarnir sem er að vinna með að búi til nýja umbúðir fyrir fiskiðnaðinn sem eru úr Kerin? Nei, þetta eru bara staðið fyrir fómpakningarna. Já, meinar. Já, og þá er það hampur og ræturnar á sveppunum. Og það er þetta 99% fæða fyrir fiska og rotnar hvað sem er eða hver og hefur sama gildi og hérna fómið í burð á fiski og flutningum og kæli. Kekja. Já. Og þeir eru komin annað eða þriðjasti í þessu og eru búin að fá góða styrki og komin og þetta er eitthvað sem að ég hef miklu trú að muni takast og það þarf 2000 hektara í það að við getum framleitt þessa 10 milljón kassa á 5 árum. Nei, 2000 hektarar og ég meni ég get rættja kannski vonandi 500 og svo þarf ég þá að finna 4 viðbót bara fyrir þetta verkefni. Svo þetta bara erum við að vinna hérna þróun á þessum orkugjöfum og hvernig við getum unnið hampinn. En þetta kemur allt fram í þessari mynd?
þetta mun koma allt fram í þessari mynd, já, og ég meina það alltaf að gerast eitthvað nýtt á hvernig degi. Þú veist, maður alltaf heyrir eitthvað að hringja og spyrja og hvernig get ég gert þetta og það var eiginlega nýjasta, mín var þetta alltaf að fara í CBD og hugsaðlega ég ætlaði ekki að fara að bónda og fara að rækta en alltaf var ég komin út á fíld og fara að rækta, skilur, og ég kunni ekki neitt en þetta með rosalega tengslanett sem ég er búin að byggja upp á mínu 10 ára ferli í þessu hamp og CBD-na og fara á ráðstefnur úti, hitt fólk endalaust, alltaf tala við ykkur þannig að ég get hringt svo mikið og bara fengi endalaust að ráðgjöf frá bændum og það frá þessum og hinum og næ saman alltaf fólki og þannig ég ákvað bara að stofna mitt eigið tengsla fyrirtæki, þróunar og ráðgjafafyrirtæki. En þú ert bara í þessu? Ég er bara að rækta og framlega CBD-olíu, við erum með Læti Líf olíufyrirtæki sem við framlegum í Sviss og við seljum það ekkert á Íslandi svo staðan en nei, ég er þetta eiginlega bara í allri plöntinu myndi ég segja, frá A til Ö. Og tengja fólk og hvetja fólk líka áfram að fara, ekkert endilega sömulega allir hinnir. Það svo margir möguleika. Fá svona nýsköpun inn í þetta. Já, ekki spurning og líka bara hvað getum við sleppt að flytja inn, við flytja annarkvært skip sem kemur til Íslands í flutningi, fyrir annarkvært tómt aðra hverju leiðin. Hvað er í gangi? Já, rugl. Nei, og skipið sem var innan í höfnana flottaðana, Snekkjan? Já, Snekkjan, hún eyðir skilt með 3400 lítrum á klukkutíma. Það liggur bara hana. 3400 lítrum á klukkutíma, hvað heldur að skemmtiferðarskip eyðir það? Nei, og þetta bara ekki talað Þetta sturlun. Ég meina þú þyrftir bara að gera 2 milljónir hektara hampi til að segja sjens í þetta. Eða þá bara búið til bæjafjúl, græna olíu, eða bara rama. Við vorum með stjörnusævar hérna daginn og spurningin að gera svona andefnis hreyfil. Já, eða líka kannski verið stýrt að fólk byrja bara að hugsa hvar hlutinu byrja og hvar enda. Veistu, ég meina eins og rafmagnsbílar er geðveikt hugmynd og ég elska rafmagnsbílar en við erum ekki búin að finna lausnina með batterí. Nei, ég veit. Þannig og svo var bara alla þjóðir að rafmagnsvæða sig. En ég meina, getum við ekki gert batterið úr hempinum? Jú, það getum við gert. Ég það ekki? Jú, það er hægt að búa, 5 sinnum sterkara heldur en lithium. Og svo þau erum búin að nota þessi batterið, þá bara hendur þessu út í móa? Það, ég hef ekki búin að kynna mér alveg, en mjög líklega, en svona stóru hluta til. En það er líka hægt að endur nýja hluta af þessu batterjum og bílunum í einhverjar sólarhlutur eða hvað sem þetta er. En það eru komin heilu fjöllin, tonnin, 1000 tonna fjöllum af þessu stór batteri. Og mér finnst það ég með langar að fá mér rafmagnsbíl en ég væri líka til að við fyndum samt út úr þessu ára en fyrir mikið lengra í þessu. Það var mér hest. Ég bara, ég meina, bara við það væri það kúl að vera bara á hest. Já, það væri, ef þú ert með eitthvað til þess að þrífa upp eftir hann. Já, það er kannski svolítið veist. Það er eina að setja póka aftan á, við hljótum að geta fundið það. Hversu steikt eru orðinu og hestur má ekki skýta á gangstétt? Nei. Ekki frekar en hundurinn. En ég meina, þess að ég segi bara, við þurfum bara að fara að vinna meiri sátt og tengjast móðurjörð aftur. Það er ekki spurning. Þá erum við komin að því, bara fljótt framtíðarsýn. Hvað er að fara að gerast? Ég held að bara það sé bara algjör bylting og græn bylting. Ég meina, ég á 4 vinir sem eru fluttir út á land og búin að kaupa sér einhver gróðurhús eða sveitabæ og það á 2 árum. Og enginn af henni dóttir hefur verið að flytja út á land og fara að rækta. Og þetta er bara, virðist vera að gerast núna, ungt fólk vill fara aftur út á land, vill fá að geta rækta sinn mat, rækta sitt grænmeti, verið meira sustainable eða sjálfstætt og sustainable, hvað er íslenskt orð? Sjálfbær, alveg þetta út við fyrir ekki. Og ég myndi segja að þetta er nú einn besta þróun sem við þurfum er það að fá fólki aftur út á land, þetta er hálfgerð eyði þarna á mörgum stöðum og ég held að líka fólki séu bara þreytt á því að borða, ógeðslega lélegt grænmeti og reyna að láta börnin sér borða og svo nammi sjöppur alveg leiðar út allt, ég elska nammi og svo var alveg upp bara nammi og kóki, skilurðu, en ég er búin að reyna að alveg upp en ég er alveg rosalega pyrrustundur þegar að kaupa ávist og grænmetan börnunum mínum hvað þetta lítur illa út og þetta er ónýtt og hvað þetta er dýrt Innflutt allt svona. Já, stóru hluta, allt og mikið allt og mikið og allt og gamalt þetta er ekki flutt inn svo ferski fiskurinn eins og við flytjum hann út, hann fyrir bara beint á veitingastæðin en eins og Lemon, þeir flytja þetta inn í flugi sitt eigið grænmeti, því að gæðu grænmeti hjá þeim en það væri gaman ef allir getur gert það eða þú bara rækta þetta, við veitum sjálf að ég má gera það. Gekkja, Tóta. Það er búin að rosalega að hlusta þér á því. Þú er bara svona uppspretta bara af upplýsingu. Já, ég get alveg sagt þér, ég er þetta ADHD, með mótþróskur og mjög háa stigi. En þú er enda heyrt
kenninguna mína með ADHD? Nei. Ég hef aldrei hýrt hann. Jú, sko, ég bjóði í Danmarku 15 ára, nú ætla að segja þetta aftur, ég segi þetta hvernig þetta, sko. Og alltaf því ég kem inn á leikskóla í Danmarku, það var alltaf börnum, það alltaf njálgur, það allir mjálg. og það enginn með ADHD í Danmarku. Já, það Frakkland. Já, svo flyttið til Íslands og það enginn með njálg, en það allir með ADHD. Þannig að mín kenning að það verið að misgreina fólk með ADHD, þannig að kannski mögulega ég er 100% ég er 100% sammálaður en ég fættist ofur og hef ekki hef átt að með að sofa frá ég fættist en ég hef ekki, ég byrjaði ekki að lyfja fyrir en ég lenti í bílslysi þegar ég slasaðist fyrir 7 árum held ég að sé það fyrst sem ég fór að lyf það var bara því að hausinn á mér hann var ekki að ég var bara, ég fór alltaf fram úr, vakna á mótnan og bara hljóp bara fram úr og bara á gólum en ég gleymdi þess alltaf ég væri bara slösuð og hausinn á mér ég hef alltaf, eins og þú sér það ég er með kannski 30 verkefni alltaf í gangi og svo er ég líka að hjálpa öllu fólki og gera hvað sem er inni en mér finnst þú ná ágætlega utan um þetta. Já, en ég er líka alltaf með svona frábæra manneskir sem ég, eins og Kelly Giamandi sem er búin að vera mín hægri hönd og Magga vinkona, Margrét Irma, sem eru svona opuslega skipulegar og flottar konur sem að halda þessu, eiginlega sita hérna og setja niður og miða fyrir mig, þegar ég er í símtölum og einhverju, og eru bara, mín hægri hönd af því þær geta sett þetta saman. Ég gæti aldrei gert þetta ein, það er ekki sér. Þetta verður að vera gert að mörgum og finna rétta fólki saman í þetta. Tóta, það búið að vera frábært að fá þig. Heldur betur. Keyrðu varlega og skilvirkt heim. Ég geri það. Takk. Ég lærði það eftir bílslýs. Takk, ja. Takk svo leiðis. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.